þetta var við vorum unglingar, lífið var svo skemmtilegt og gott. Sváum yfir hádegið, nefndum ekki í rúminu, gerðum allt sem langaði okkur til. Maður ég kom til þín og bauður upp á kampavín sem pabbi hafði keypt í Angola. Í Vaglaskógi drukkum það, sungu saman slagara, þú og ég og vinkona, vinkona, vinkona þín. Vinkona, vinkona þín. Laga, laga, líka, vinkona. Svona var vist lífið. Laga, laga, líka, lofast við áhyggjur og allt. Laga, laga, líka, já þetta var sko lífið. Laga, laga, líka, við gerðum þetta allt. Karen Jónsdóttir, leikmaður Þreyjarflokks kvenna. Hvernig hefur það í dag? Bara mjög gott. Læðist það mér svo grunn að það sé komin einhver spenningur í flokkinn. Það stendur mikið til á næstu dögum. Já, við erum að fara til Danmörku á mánudaginn. Er það búið að vera löng bið? Já, frekar. En það er spenningur? Já, mikill spenningur. Er það eina sem þið hafið stemt að í sumar? Þið er náttúrulega keppt á Íslandsmótinu, eða ekki? Já, við erum búin að keppa nokkur leiki. Þegar þú ert að fara í leiki, er eitthvað sérstakt sem þú ert að gera? Ertu hjátrúarfull? Ferðu fyrst í hægri sokkin eða eitthvað sérstakt fyrir alla leiki? Ég er ekkert rosalega hjátrúarfull, en ég fæ mér alltaf banna fyrir leiki. Ég get ekki spila fótbolta án svona banna. Þannig að þú ert pínu hjátrúarfull. Fyrst þú ert með eitthvað. Já. Hvernig er andinn í hópnu hjá Þreyjarflokki? Er þetta mikil skemmtun að æfa og spila með Þreyjarflokki? Já, það er samt búið að vera, það er ekki búið að ganga nógu vel, þannig að morgullin er búin að vera svona, ekki alveg nógu góð kannski, en hann er nú alveg núna að batna, við erum farið að Danmörku allir spenntir og svona. Já, en það er eins og Jónsi sagði hérna við með daginn í tengda við fjórflokki, þá er ekki kannski árangurinn endilega það sem skiptir máli, heldur að halda áfram að kenna okkur að vera bara góði fótboltamenn. Nákvæmlega, það er sem skiptir máli. En eru þið ekki góður að leið með það? Jú, vonandi. Herðu, æfingin að byrja, ég ætla ekki að tefja lengur, segi bara góða ferð til Danmörku og refðu hefði í Margréti, Dannadrottningu, með sígarettu, takta hann út og dreft í. Já, ég skal gera það. Góða ferð. Takk. María Lilja Ragnarsdóttir, leikmaður Þreyjarflokks kvenna. Hvernig er staðan á stelpunni í dag? Bara mjög góð. Er það líkt og hjá vinkoninni Karen sem ég var að tala við á hún, er komin ferðaspenningur í kroppinn? Já, ekkert smá mikill. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum búið að stefna að mjög lengi. Svo við svo ekki bara yfir ykkur þegar á að fara út? Ég ætla rétt að vona ekki. Hvernig er undirbúningurinn búinn að ganga? Hafið þið verið að æfa eitthvað sérstakt fyrir þetta eða búið að leggja mikið upp úr þessu? Ekkert eitthvað sérstakt. Við erum búin að vera fulli í Íslandsmótinu og bikarnum. Þannig að við erum búin að vera að æfa fulli en ekkert eitthvað sérstakt, nei. En þú ert búinn að æfa kannski sérstaklega að pakka niður? Já. Já. En hvernig hefur gengið verið í sumar, svona bara fyrir því persónulega? Alveg fínt. Ég er búin að reyna að koma upp á meiðslum, en það er alveg búið að vera, já, fínt. Þá var best að spyrja þig líka eins og með kanni, ertu hjátrúarfull? Gerir þú eitthvað sérstakt fyrir leiki? Nei, ekki sem, nei. Það er ekki sérstakt, þetta bara, þú bara veður í þetta alveg hreint bara og lætur hvern dag að líða sína þjónugu? Já. Hvernig þjálfaður Jónsi og Biggi? Hræðir, ok, má ég segja þetta? Mjög, þetta er frábæri þjálfarar. Er það ekki? Jú. Herðu, æfingin að byrja og hérna, ég segi bara njóttu lífsins á æfingunni og svo í næstu viku til Danmörku, geri eitthvað skemmtilegt og ekki bara spila fótbolta, njóti lífsins. Já, takk fyrir. Héldum áfram gleðinni, þú varst miðjan í henni og eina sem var hlustað á var rock.
Síðan skildu leiðirnar, fórst beint í háskólan, ég satt eftir einn á sólunum. Gítarinn í kjöltunni, grátandi og snaktandi, raulað okkar litla fagra lag. Litla fagra lag. Laga laga líka lei. Svona var víst lífið. Laga laga líka lei. Lausnið áhyggjur og allt. Laga laga líka lei. Já, þetta var sko lífið. Laga laga líka lei. Við gerðum þetta allt. Jón Stefán Jónsson, þjálfari þeirra frá Skanna. Jónsi, ég hefði einhvern veginn tilfinningu alveg saman hvernig kemur á æfingu hjá hverjum þá ert úttalt á svæðinu. Já, það er kannski þannig, ég veit það ekki. Ég er náttúrulega með 3. flokk og 4. flokk og svo er ég aðstoðarþjálfari í 5. flokki. Hvernig gengur lífið fyrir sig á 3. flokki kvenna? Herru, það gengur ágætlega. Það er að segja, ef við horfum á æfingar og slíkt, það gengur vel að þjálfa þær og þær eru áhugasamar og mæta vel og æfingarnar sem slíkar ganga vel. En ef þú ert að horfa á úrslit og eitthvað svoleiðis, þá gengur það ekki vel, en það líka skiptir eiginlega engu máli eins og ég sagði þér hérna daginn. Það er ekki það sem við erum að horfa á í þessu. Jónsi, það leyndi sér ekki þegar ég var að spjalla við þær, Karinni og, ég er búinn að glemma henni, Maríu Lili. Það leyndi sér ekki að það komið spenningur í lið þegar að fara til Danmerkur. Já, við erum að fara til Danmerkur. Það verður heldur betur fjör. Það er spenningur í þeim og það er alltaf spenningur í okkur líka, þjálfurunum, mér og Bygga, og svo eru Jórunn og Greta að fara með þessar farastjórar hérna sem eru mömmur í hópnum. Og þetta verður alltaf mikið stuð. Þetta er örugglega 3. eða 4. ferðir sem ég fer og þetta er alltaf ægilega skemmtilegt og ógleymanlega ferðir. Þetta er rándýrt teymi sem er að fylgja þessum stelpum. Já, segðu maður, rándýrt. Þetta er bara gott fólk sem fara með að mörgu að hyggja í þessu og eins og reynsla segir okkur, það þarf að hafa varan á í öllu. Þetta keppnisverð eru ekki að fara að taka þátt í einhverju móti? Jú, ég ætlum að spila móti sem heitir Vildbjörg Cup. Ég hef reyndar ekki farið þangað áður, ég hef farið 2 sinnum á Dana Cup, 3 sinnum á Dana Cup meira að segja. Þetta er, ég bara hreinlega veit ekkert út í hvað við erum að fara, annað en að ég veit að íslensk lið eru alltaf nokkuð sterk á þennan mælikvarða þessara móta. En svo er náttúrulega verður þetta ekkert bara fótbolti, þetta er náttúrulega kannski líka þetta í sumarfrí fyrir stelpur að fá að gera eitthvað annað. Það er hætt við að gera eitthvað annað, það verður eitthvað kíkt í einhverja búðir. Er trúlegt að verði HM eða eitthvað slíkt? Kæmur ekki óvart, ef ég ætti að tippa á lengjunni þá myndi ég setja aðleigun á það er nokkuð neginn þannig. Það er alveg svoleiðis. Verður þú þá farastjóri í þeim ferðum eða erum við þá komin að hlut Jórunnar og þeirra? Já, það er Jórunn og Greta sem verða farastjóri þeim. Ég gæti, ef ég er heppinn þá tókna ég ökla eða eitthvað í morgunin og þarf að vera heima. Það væri ágætt. En sem sagt, sumari er samt sem áður þó að kannski úrslitin á veðrunum hafi ekki öll verið alveg eins og menn vilja eða vildu að þá gengur þetta allt saman býsna vel. Já, sjálfsögðu, þessi krakkar eru í þessu að þeir hafa gaman að þessu. Það er enginn að neyða neitt til þess að koma hérna á æfingar og slíkt og það við mætum alltaf í hvern leik og reynum okkar besta og þú býður ekkert meira en það. Og þegar menn koma á fúsum frá sem vilja og þegar það er gaman þá eigum við von og góðu. Já, ég held það. Annað væri undarlegt, heldur betur. Jósi, takk fyrir spjalli og góða ferð til Danmerkur og eigi góða heimkomi líka. Takk fyrir Palli minn. Ég satt eftir einn á sólunum. Gítarinn í kjöltunni, grátandi og snaktandi, raulað okkar litla fagra lag. Litla fagra lag. Laga laga líka lei. Svona var víst lífið. Laga laga líka lei. Lausnið áhyggjur og allt. Laga laga líka lei. Já, þetta var sko lífið. Laga laga líka lei. Við gerðum þetta allt. Thank you.